Til stendur að byggja allt að 18.000 fermetra læknamiðstöð við Skógarlind í Kópavogi. Áætlaður kostnaður hleypur á milljörðum. Til stendur að reisa allt að 18.000 fermetra læknamiðstöð í Kópavogi. Miðstöðin verður byggð ofan á sökkul sem mokað var yfir fyrir 4 árum. Vorið 2008 var hafist handa við framkvæmdir við 12.000 fermetra verslunarhúsnæði við Skógarlind í Kópavogi. Þegar búið var að steypa sökkulinn hrundi hins vegar efnahagslífið og framkvæmdir stöðvuðust. Landsbankinn leysti til sín lóðina og haustið 2010 lét svo Reginn, fasteignafélag bankans, moka yfir sökkulinn að kröfu bæjaryfirvalda þar sem ekki var séð fram á að byggt yrði ofan á hann. Nú rúmum 4 árum síðar sjá menn hins vegar fram á að geta nýtt bæði sökkulinn og lóðina því hér stendur til að reisa allt að 18.000 fermetra læknamiðstöð. Talið er að framkvæmdir geti hafist í ágúst á næsta ári og að starfsemi hefjist sumarið 2018. Það er verktakafyrirtækið Dverghamrar sem á lóðina í dag og hafa þeir stofnað fyrirtækið Skógarlind EHF utan framkvæmdina. Byggingin er ætluð undir starfsemi tengda læknavísindum, heilbrigðis- og velferðarþjónustu. Byggingin verður sérhönnuð fyrir heilsutengda þjónustu eins og heilsugæslu, lækna, skurðstofur, sjúkraþjálfun og heilsurækt auk verslunarrekstur sem tengist slíkri starfsemi. Gert verður ráð fyrir sér aðkomað byggingunni fyrir sjúkrabifreiðar, slökkvilið og lögreglu. Aðal hönnuður byggingarinnar er Kristinn Ragnarsson, arkitekt. Kjartan Georg Gunnarsson, talsmaður Skógarlindar EHF, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að byggingin sé ennþá á hugmyndastigi. Viðræður standi yfir við bæjaryfirvöld í Kópavogi, heilbrigðisyfirvöld og fjölmarga aðila í heilsuþjónustu. Hugmyndin sé að Skógarlind EHF reisi bygginguna en leigi hana svo út eða selji í heild sinni. Kostnaður við framkvæmdir hleypur á milljörðum.